Starfsemi jáeindaskarnans hefur verið í gangi frá síðastliðnu hausti og góður upptaktur í starfseminni. Nú hafa verið framkvæmdar rannsóknir á 400 sjúklinga en áður fóru 250 sjúklingar erlendis í þessa rannsókn. Við önnum ágætlega eftirspurn og getum framkvæmt rúmlega 100 rannsóknir á mánuði. Þetta er mjög mikilvæg viðbót við þær rannsóknaraðferðir sem fyrir voru og ljóst að ekki var seinna vænna að hefja notkun jáeindaskanna á Landspítala. Ef það hefði ekki orðið, hefði það hamlað aðgengi og möguleikum okkar að veita nútíma læknisþjónustu, ekki síst fyrir krabbameinssjúklinga. Það er Landspítala nauðsynlegt að geta veitt sérhæfða þjónustu sem á pari við það sem gerist í nágrannalöndum okkar. Við getum verið stolt af því hvernig til hefur tekist. Það tók skemmri tíma að koma þessu á legg heldur en við þekkjum til annar staðar og rannsóknirnar eru af mjög góðum gæðum. Við vorum lengi búin að bíða spennt eftir að fá þetta tæki hingað til lands og undanfarnum árum hefur við verið að senda fólk erlendis til Kaupmannahafnar því að þetta er mjög mikilvægt greiningatæki fyrir nokkrar tegundur af krabbameinum og það sem ég fæst við er kannski fyrst og fremst lungnakrabbamein. Þá skiptir miklu máli áður en að skurðaðgerð er gerð að vita nákvæmlega umfang sjúkdómsins og þar kemur þessi jáeindaskanni mjög sterkur inn og hefur verið svona það sem að mælti með sterklega undanfarin ár svo ekki sé að vera að gera skurðaðgerðir að óþörfu. Áður en hann kom hingað til lands þá eins og áður sagði þurftum við að senda það erlendis og það er ekki allir sem treysta sig til þess þannig við gátum ekki sendt kannski alla. En núna getum við tekið jáeindaskann hjá mun fleiri og þá boðið öllum upp á það. Og einn í öðrum sjúkdómum, þar sem að fólk er kannski veikara þegar það er að greinast, þá gátum við ekki sendt þá, treystu því kannski ekki til að fara út þegar það tók á langan tíma, þeir hafði ekki ættinga til að fara með sér, en núna getum við sendt sjúklinga til dæmis með í vélindakrabbamein. Þá gerum við líka þetta jáeindaskann fyrir til að meta umfang sjúkdómsins, bæði varðandi meðferð, geislameðferð, lyfjameðferð og skurðaðgerð. Þannig að við erum mjög ánægð með að hafa fengið þetta tæki hingað til lands og samstarf okkar við röntgendeildina. Í kreppunni þá lentum við í að verða verulega eftir á varðandi tækjakost og sem lyf líka. En þannig að þessi PET-tækni er ekki alveg glæný að nálinni en við höfðum bara ekki tækifæri til að fá hana hingað til lands fyrir núna. Og þannig að núna finnst okkur við að koma svona upp í fyrstu deild með skorsti. Við erum með tæki hérna á landi en svo er líka mikið þróun í jáeindaskannanum varðandi hvað sporefni er gefið. Nú gerum við eina tegundar sporefni aðalega sem við notum í krabbameinunum en það eru aðra tegundir sem við bara erum spennt að taka upp líka. Við þessa rannsókn er notað geislavirkt sporefni sem er sértækt og hefur sækni í ákveðina vefi eða ferla í líkamanum. Þessi tækni sem hefur verið í miklum vexti og fyrirsjáanlegt að við munum koma okkur upp fleiri sporefnum til viðbótar sykursporefninu FTG sem nú er notað. Nú er verið að ljúka undirbúningi til notkunar sporefnis á greiningu á Alzheimer-sjúkdómnum og sjónir okkar beinast að nýju sértækju sporefni til greiningar á blöðruhálskirtilskrabbameini. Við gerum ráð fyrir aukningu á notkun jáeindaskanna og gerum ráð fyrir 2 tækjum á nýja Landspítalanum með möguleika á enn frekar aukningu. Sjúklingar eru rannsakaðir í JÓDES á öldum ábendingum en rannsóknin er sérhæfð og það hafa ekki allir sjúklingar með illkynjamein gagnað henni. Mjög gott samstarf hefur náðst við klíníska lækna á spítalanum hvernig beita í þessari nýju rannsóknaraðferð. Eins og þetta jáeindaskann fyrst og fremst kannski notað í greiningu þegar maður er að greina sjúkdómnum fyrst, krabbameinin. En síðan er það líka notað og er mjög mikilvægt til að meta áhrif meðferðar í sumum krabbameinum eins og eitlakrabbameinum. Og þá er hægt að sjá fyrr meðferðin að skila árangur eða ekki og það er mjög mikilvægt fyrir sjúklingarna. Og þetta var kannski ekki hægt þegar það var erlendis því að þá er tímafaktorinn skipt svo miklu máli. Jáeindaskannaverkefni er eitt af fleiri verkefnum sem við hefum verið í vetur. Meðal annars hefur verið tekið upp nýtt stórt tölvukerfi fyrir deildina sem mun bæta starfsemina og afköst hennar. Jáeindaskannaverkefni er eitt af mörgum verkefnum sem við höfum staðið í og það er stöðugur vöxtur í myndgreiningu með auknum fjölda rannsókna og bættri þjónustu. Tækjabúnaðurinn er nú mjög góður á deildinni
og hefur verið bættur og aukinn verulega frá því sem áður var.